Arnar, brekkuhlaup Breiðabliks, nýtt hlaup. Geturðu sagt mér eitthvað hlaupið og svona tilurð þess? Já, bara hlaupahópur Breiðabliks og frjálsíþróttadeild Breiðabliks og ég langaði öllum að búa til svona skemmtilegt hlaup í Kópavogi og við langaði líka að sameina svona hlaup sem kannski velin sem að fæstir hlaupa venjulega þannig að þú færir ekkert einhvern svona sérstakann tíma inn en við langaði líka að setja einmitt himnastigann, þetta þekktasta æfingatæki í Kópavoginum inn í eitthvað hlaup og þá ákváðum við líka að blanda saman bara fleiri brekkum í Kópavoginum til þess að svona gefa styrk í fæturnar og gera þetta svona svolítið upplifun að þegar þú ert að fara upp í þessu brekku, þú ferð upp himnastigann, það er erfitt en síðan ertu líka að fara niður brekkurnar og það er líka ógeðslega gaman þegar maður klokkar inn einhvern kílómeter, þvílíkt hratt og svona færir svona upplifun næstu eins og sért í utanverðhlaupi en þú ert samt svona í þessu æfingasvæði sem að margir eru að æfa dagsdaglega. Ja. Hvernig myndirðu segja að svona fólki að nálgast þetta hlaup? Já, ég myndi tækla þetta þannig að hugsa þetta í rauninni hver brekka fyrir sig, ef þú telur niður hvað átt margar brekkur eftir og þetta eru svona 4 til 5 brekkur eftir hvernig þú lítur á það að þegar þú klárar brekkuna upp þá bara ok, bara 3 eftir, svo fyrir niður og svo bara bíða eftir þá þú tekur síðustu brekkuna sem ert komin þá í Salahverfi og þá er alveg 3-4 kílómetrar þar sem átt eftir að hlaupa þá bara niður og þá er bara hugsunin bara koma sér heim. Þannig að maður í rauninni klárar hlaupið eftir svona rúma 11 kílómetra. Því síðan er þetta bara koma sér heim og þú getur alltaf komið þér heim sko. Já. Einhver svona fyrir utan þessi heilræði sem þú átt að gefa varðandi þessi hlaup, áttu til eitthvað svona gott í pokahorninu svona heilræði fyrir en almennan hlaupara, einmitt í svona brekkuhlaupum? Já, það er einmitt það sem við viljum hafa í hlaupunum, er að hafa fjölbreytni í undirlaginu og bara hvernig svona, hvort þú ert að fara mikið upp eða niður brekku, við viljum hafa þetta allt inni í hlaupunum. Þannig að svona hlaup hentar rauninni alveg, ef þú ert að byrja í hlaupum, að þá er þetta bara þvílíkt flott æfingar, þú ert að virkja alla vöðvaþræðina í líkamanum, fara upp brekkur, niður brekkurnar, jafnsléttu. Þannig að þetta getur verið frábær æfing fyrir alla og líka, eins og ég segi, þetta verður algjör upplifun, ég get lofað því. Nú er fólk auðvitað með fókusinn á mismunandi vegalengdum, sumum hentar hlaupa stutt og vilja helst vera í því, aðrir jafnvel að fara á Laugaveginn. Hvað geturðu sagt mér, er þetta heppilegt fyrir bara Laugavagshlaupara og 5 km hlaupara? Við vildum búa til svona hlaup sem gæti henta þér ef þú ert að æfa fyrir 5 km, þá er þetta bara mjög gott fyrir svona styrkin í fæturna og samanskap ef þú ert að æfa fyrir Laugaveginn eða maraþon, þá er þetta líka svona aðeins hraðari, þú ferð aðeins hraðar upp brekkuna en þú gerir í Laugaveginum, þannig að þú ert bæði að fá svona hraðan en líka bara ótrúlega góða æfingu fyrir úthaldi. Þannig að við vildum búa til hlaup sem væri með svona vegalengd sem myndi passa fyrir sem flesta án þess að vera of stutt eða of löng. Þannig að og síðan að sjálfsögðu að hafa þetta allt inn í Kópavoginn. Má ekki segja þetta sé eiginlega svona innanbæjar náttúruhlaup? Þetta er smá innanbæjar náttúruhlaup og þannig að ef þú ert að undirbúa þig fyrir einhver lengri utanvegarhlaup þá er þetta frábært og ég skori mitt á alla hvort sem ég ætla að hlaupa í hlaupinu ekki, er að prófa mitt að hlaupa upp himnastigana. Þetta er einmitt þvílík svona upplifun og þvílík sigurtilfinning þegar þú klárar þetta. Þetta er eins og þegar þú kemur upp á toppinn af eitthvað fjall sko. Þannig að það held ég að vera það sem flestir munu svona tala eftir hlaupi, hvernig þeim leið þegar þeir voru að fara upp himnastigana. Frábært, takk fyrir þetta. Takk sem þess.